Jæja, góðan daginn. Heyrist alveg mér. Takk kærlega fyrir að koma hingað og velja hennar fyrirlestur. Það sem er margt spennandi í gangi hér í dag. Markmið mitt hér í dag verður að vekja athygli á þessu skemmtilega áhugamáli sem er bjórgerð og vonandi fjölga fleiri íslensku bruggurum. En í dag á Íslandi er áhugamönnum bjórgerð tæplega 3000 talsins ef marka má Facebook-grúpur. Og ég ætla svolítið að rúlla yfir það hvað bjór er, hvernig hann er búinn til, svo ætla ég að segja eitthvað frá því hvernig ég bý til bjór. Power move. En það sem common sense er ekkert svo common, það er ágætt að vísindaglæður hér. Það er ennþá leifar af bjórbanninu á Íslandi og það er ólöglegt að brugga vínanda yfir 2,25%. Og brot gagnvart þessum lögum getur leitt til fjársektar eða jafnvel 6 ára fangelsi. Mætti að segja við séum á gráum lista. Við erum á svipuðum stað eins og Austurlöndin á borð við Sádi-Arabíu, Íran og jafnvel Færeyjum. Þannig að alltaf því ég er á sama lista á Íran, Sádi-Arabía og Færeyjar, þá vil ég setja spurningamerki við það. En jæja, ég ætla að segja ykkur frá fyrstu reynslu sem ég hafði að brugga bjór. Það var bara því að ég var táningur. Það er alltaf frekar erfitt að vera út áfengi þegar maður er ungur, en ég hef alltaf fundið mín eigin leiðir. Og ég hef verið frekar mikill fiktari gegnum tíðina og var búinn að heyra svolítið af landagerð og bjórbruggi. Og hugsaði það að það var auðveldast fyrir mig að vera fullu bara með því að brugga minn eigin bjór. En að handahófi þá valdi ég með porter sem er fyrsta bjór til að brugga. Og það er svona dökkur bjór. Því ég hugsaði, bjór er bara bjór og þeir bragðast allir eins. Ja, það var alltaf mín trú þá. Þannig ég verði mig út svona byrjandasett sem er svona dósa sírupsdrullu, 25 litra tunnu og gerpakka. Og leiðbeiningarnar voru mjög einfaldar. Þú ættir að setja vatn í tunnuna og svo hella sírupsdullun oní, hræra, það leysast upp og svo strá gerun yfir. Svo ættir að loka lokinu og bíða í 2 vikur meðan bjórinn gerjaðist. En einhvern veginn efast ég það að ég náði að bíða í 2 vikur. En þarna taldi ég búin að finna uppfinningu lífsmins, leið til að vera fullur allar helgar. Þannig að ég er búin að eyða miklum tíma í þetta og bara góða vona við það. En þegar komið að smökkum var ég orðinn mjög óþolinmóður. Og ég set bjórinn á flöskur, en hann er ekki alveg það sem ég ímyndaði mér. Og ég man svo innilega eftir þessu. Bjórinn var flatur, ljósbrúnn eins og rassavatn og bragðaðist ekkert ósvipað. Þarna endaði ég með 25 lítra af rassavökva sem endaði bara í vaskinum. Og ég ætlaði aldrei að brugga bjór aftur. En núna, 10 árum seinna, er heimabrugg búið að springa út á Íslandi. Og margir fara að stunda þessum áhugamál eða jafnvel sem atvinnu. Og ég þekki nokkra sem eru farin að fikta við heimabrugg og ég fekk að smakka bjórinn þeim og hann bragðaðist bara alls ekki eins og rassavatn. Sem ég þykir bara ágætis viðmið. En þetta fekk mér svolítið að hugsa, hvað gerði ég vitlaust fyrir 10 árum? Hvað var það sem klikkaði? Þannig ég fyrir aftur að kynna með heimabrugg. Og upplýsingarnar sem eru til staðar í dag eru rosalegar. Það eru podcast, það eru YouTube-myndbönd, það eru Facebook-grúpur. Þannig að ég fyrir að sé hvað er svona sameiginlegt með hvernig aðferðin er notið í dag og hvað ég gerði fyrst þegar ég bruggaði. Að það sem fólk er að gera í dag, að það er að brugga bjórinn á svipaðan máta og stóru brugghúsin, nema bara mun minni skala. Það sem er að búa til bjórinn beint frá korni, frá hráefnum. Flest allt sem búið bara til beint frá hráefnum bragðast yfirleitt alltaf betur. En mögulega var þetta ekki eina atriði sem ég klikkaði á. Þannig að við skoðum hvað bjór er. Bjór samanstendur af 4 hráefnum: vatn, ger, korn og humlar. Humlarnir eru oftast notaðir til að ná fram beiskju, ávaxtakeim og er einnig stór hluti þegar gefa bjórinn góða lykt. Kornin eru svo ristuð eða óristuð eftir hvernig bjór eða stíl er að búa til. En kornin innihalda svo sykur sem gerir umbreytir í etanól eða áfengi. Bragð, lykt og litur ræðst út frá því hvernig þessum efnum er parað saman. Og minn uppáhaldsbjórstíll er IPA, þetta er númer 30, Úlfur. Í því sé stíla eins og German Pilsner með krónbakkar. Einhver sem finnst Guinness, númer 21. Og svo 4 er eins og Hogarden,
svona hveitibjór. Þið kannski sjá ykkur upp á stíl þarna. En framleiðslan hefur verið mjög breytileg gegnum árin. Allt frá því að vera mjög frumstæð yfir nýjustu tækni brugghús. Og í framleiðslu skiptir miklu máli að við halda gæðum. Þegar við förum út í búð og kaupum okkur 2 túborg, þá gerum það kröfu að bjórinn bragðist eins. Og það ekki nóg bara að brugga alltaf með sömu hráefnum. Heldur skiptir bruggferlið alveg jafn miklu máli. Og í nýjustu tækni brugghúsum eru skynjar og mælitæki sem mæla hita og raka, rofa sem geta kveikt og slökkt á pumpum til að færa bjórinn milli kúta, jafnvel án þess að manninn sé komið að. Og upplýsingar framleiðslu einnig safnað saman, þannig hægt að rekja upp til dæmis koma frávik. Það hægt að greina svo frekar, til að koma veg fyrir frekari framleiðslutap. En nýtingin, hún skiptir óbúðslega miklu máli, bæði á mannskap og hráefnum. Og það má alveg segja það að þessi orðið nauðsyn að vera með sjálfvirknivæðingu í dag til að ná sem bestum árangri. En við förum aðeins yfir bara bjórferlið, það fá betri skilning á því. Þá við byrja hérna megin, að kornið sett í kvörn og mulið niður. Það fært yfir í tunnu með vatni, þar sem kornið hita upp til að leysa sykurinn úr kornunum. Það svo skólað, loitering, til að ná sem bestu nýtingu og kornin þá síðu frá og ég þá nota í bakstur eða í fóðurblöndur. En eftir þetta kallast vökvinn virtur. Virturinn svo settur yfir í suðupott og það humlum bætt við og þetta til að gert til að drepa örverur eða annað óæskilegt sem geti haft áhrif á bragð bjórsins. Bjórinn svo kældur niður, eða virturinn kældur niður og færður yfir á gerjunarkút, það sem jafnvel bætt við enn fleiri humlum og geri bætti við. Þetta ferli það bil 2 vikur, svo bjórinn kolsýrður og færður yfir á kúta eða flöskur. En það sem við erum komið með ágætis skilningin á hvernig bjór búinn til og hvað bjór þá ætla ég að fá að segja ykkur hvernig ég bý til bjór og strákurinn minn. Ég keypti nýlega hús í Mosó. Keypti nýlega fókalt hús í Mosó sem ég vildi smíða með degið. Og ég hef mjög mikinn áhuga á automation. Og hannaði húsið mitt með það í huga. Og ég með 3-falt magn af rafmagnslögnum á við venjulegt heimili. Og ég enda líka með lögn frá þvottahúsi inn í eldhús fyrir bjórinn. Og það fyrsta sem ég fekk samþykkt frá konu minni bara það að ég mætti setja bjórkrana inn í eldhús. Og þessi ákvörðun, hún kom á undan því hvernig innréttingu við ætlum að setja upp eða jafnvel hvernig við ætlum að mála húsið okkar. En eins og flest áhugamál þá getur þetta verið frekar tímafrekt en ég myndi nú telja kannski mesti tíminn fyrir í þetta, tala um það. Einnig vil ég meina það að þetta sé ekki svo dýrt áhugamál, þetta bara góð fjárfesting en það fyrir kannski eftir hversu langt leitur þú ert. Og mér fannst óbúðslega fyndið að fara svona all in í að bara hanna og smíða húsið mitt í kringum bjórgerð en hafa aldrei búið til góðan bjór. Það var svona frekar skrítið. En aftur af bjórgerðinni, í vopnabúrinu mínu, þá ég með suðupott, ég með forrit til að hanna bjórana mína, ég með ísskáp, ég með kútakerfi í stað flösku og svo ég með stóra vaskla að vaska upp og svo ég með eitthvað sem kallast Home Assistant til að tengja mælitæki mín saman. Hversu margir kannast við Home Assistant? Þetta sjá. Það bara töluvert margir, en þetta tæknir ráðstefna. Alltaf besta samlingin sem ég hef heyrt kemur frá Lord of the Rings. 1 kerfi til að binda þau öll saman. En það hafa önnur tól undan því og borðið við OpenUp en það má nú segja að Home Assistant sé orðið svona de facto standard þegar kemur að konsúmermarkaði IoT. En Home Assistant, þetta er open source forrit sem mjög sveigilegt með mörgum tilbúnum addonum og styður helstu samskiptastaðla. Þetta boðið flestum plattformum og með frekar auðvelt GUI. Þarna get ég styrt ljósunum mínu, bílskúrshurðinni, verið með öryggiskerfi og já, stýrt bjórgerðinni. Þannig ef við gefum okkur bara dæmi í Home Assistant, eitthvað sem við getum gert, við getum búið til reglu sem segja ef það sunnudagur, bruggaðinn minn sambandi, þá ætti hún að hita upp vatni í 70 gráður. Og þegar hún nær þeim hita, þá ég fóð meldingu, þess að komið með mér að bæta korni við. Þannig ég pása Breaking Bad, fer bæti korninu við og læt Home Assistant vita þegar kornið er komið. Það svo kveikir á pumpunni, lækkar hitin niður í 67 gráður í klukkutíma. Eftir þann tíma fæ ég svo meldingu að þessu komið tími til að sjóða og bæta humlum við. Og þannig getur þetta gengið áfram og áfram og áfram.
En auðvitað er þetta að vera með allt öðruvísi reglu eða allt annað sjónvarpsefni. Þegar við komum svo að hönnunni, þá er nokkuð forrit sem ég leikið með. Ég hef leikið með Beersmith, Brewfather og Brewer's Friend. Öll þessi tól hafa sín kosti og galla. Sum eru local client á vélinni og önnur bara skýjaforrit. Og þessi tól aðstoða mig að velja hvernig bjór ég ætla að búa til. Hvernig hann líti út, hversu beiskur hann að vera, hversu sterkur hann að vera. Á hann að vera 2%, 2,1%, 2,2% eða eitthvað allt annað. En eftir þessa hönnun býr þetta forrit til step-by-step skref. Hvernig ég búið til áfyrir. Þið býr til skref fyrir skref hvernig ég á að búa til bjórinn, hvað hitast ég á að halda, hversu mikið vatn ég á að nota og hvernig hitast ég á að viðhalda í gegnum bruggferlið. Þetta er svo Brewfather, þarna erum við komin inn í hönnunina og hérna er með tilbúnu uppskrift sem ég valdi frá Brewfather. En ég get átt við hana, þannig að ég get skalað hana upp eða niður, breytt litnum og alls konar eins og mér hendar áður en ég fer í framleiðslu. Og í bruggheiminum er þetta orðið frekar stórt samfélag. Þannig að vinirnir eru ofta að deila uppskriftum okkur á milli. En það er ekki þannig að við erum að handið skrá inn hversu mikið korn eða hvernig það er. Heldur við sendum upplýsingarna bara á milli okkar og importum uppskriftinni. En það sem vinur minn er með öðruvísi bruggarar en ég, þá sér þetta forrit að skala uppskriftina í samráði við mína bruggræður. Þannig að þetta er orðið frekar einfalt. Einnig fæ ég hentu en innkaupalista sem ég fer og geta verslað. Þetta tól gerir meira. Þetta heldur utan sögu bjóra sem ég bruggað og hversu vel þeim hefur gengið. Hvernig gerjunin hefur verið og hvernig áfengismagnið orðið. Og dagsetningar og fleira. Svo bruggdeginum. Ég gef mig öll daginn í það að brugga. Þetta er ekki orðið svo einfalt, ég íti bara on-taka og bjórinn er tilbúinn. Heldur það er að sótt eins að allan búnað sem kemur að bjórgerðinni. Svo líka það að ganga frá og þrífa græðina í búið. Og ef við erum með automation fyrir þetta ferli, þá er það eitthvað sem ég er tilbúinn að kaupa af okkur. Business hugmynd. Þannig að það er gott að minnast líka á það að hreinlæti er eitt af mikilvægasta hlutunum þegar þú ert að brugga og verður vökvinn óbúðslega viðkvæmur eftir suðu. Og svo er líka hefðin hjá mér að alltaf vera með bjór við hönd til að minna sig á ávinninginn. Hérna eru komin aftur í Brewfather og hérna eru komin í annan ham. Þetta er brugghamurinn. Og ég fylgi bara einfaldlega leiðbeiningunum nema skala niður áfengisprósentuna til að vera öruggur. Við viljum ekki brjóta inn í lög. Og ég kem upplýsingum sem er koma hérna fram inn í Home Assistant. Þannig ég þurfi ekki að fylgjast með ferlinu. Þannig að forritið fer að kalla á mig og þetta er raun Home Assistant sem fer að segja mér hvað ég á að gera en ekki öfugt. Þetta er svo potturinn minn og þetta er bara pottur sem hitaði vatn. Þetta er bara stór súvígræða. Og þeir sem eru að byrja eru oftast bara kannski með venjulega plastfötu sem er búið að taka hraðsuðukettla element í sundur og setja einhverja stýringu við það. Þannig að það er allur gangur á hvernig tól fólk notar. En græin sem ég er með hérna, hún nær mér svona sirka upp á hné og stýringin er á botninum sem er frekar leðilegt. Þannig að ég er að hella korni og vatnum líka, þannig ég er illt með græjuna á gólfinu og hvert skipti sem ég þarf að fara og ít og takka eða breyta hitastíðinu, þá þarf ég að leggjast í gólfið sem er frekar óhentugt með eitthvað allt annað er búið að vera einfalt í ferlinu. Þannig ég fer að skoða græjuna hans betur og ég opna falska botnin og það er náttúrulega bara frekar einföldir rofar. Þannig að ég hugsa að ég get bara tengt tölvu við þetta. Ég setti þess að litla tölvu og relay sem sér það að kveikja og slökkva á hitanum og pumpunni. Þannig það er ekki leggjast niður í hvert skipti. Þannig nú er þetta öllu stjórnað bara í gegnum síman sem gerir þetta aftur frekar einfalt. Og einhvern veginn er maður að horfa öðruvís á tæki kringum hann í dag. Það er oft þarf óbærslega lítið til að tengja þau saman. En þegar búið að hita kornið og sjóða vökvann, þá þarf að færa yfir á gerjunarkót og gera þið mjög viðkvæmt og það er að passa því líður vel. Og það er að passa bjórinn sig ekki á kaldur því þá fer gerillinn í dvala og það er að passa heldur ekki að hafa vökvann og heitan því þá bara einfaldlega deyr hann. Og til að fylgjast vel með gerjuninni
Það er að taka mælingar af vökvanum í upphafi og svo oft á ferlinu til að fylgjast með hvernig gerjunin gengur. En það sem ég þykir vænt gerið, þá nota ég tæknin í það. Það er til óbúðslega töff græja sem kallast tilt og það er bara tölva sem mælir stanslaust sykurmagnið og hitanum á gerjuninni. Þannig að ég setja hana bara ofan í vökvann og hún fylgist með ferlinu standlaust. Þannig ég þarf ekki alltaf að vera að opna ílátið og taka pröfur því það aukar náttúrulega bara áhættur á sýkingu. En þannig ég er með nákvæm mælingar á hvert áfengismagnið er orðið, þannig að ég ger engin mistök hérna. En hérna getur endað með djöfulli fínan bjór eftir 2 vikur, en hann væri líklega ekki löglegur og það væri náttúrulega ykkar ábyrgð að farga honum að viðeigandi hátt. En til að ná fullkomnu stjórn á gerjunarferlinu þá hakkaði ég ísskáp. Þarna er ég komið með lokað kerfi þar sem getur ráðið nákvæmlega hvert umhverfishitinn er og hver hitinn er á bjórnum. En svona smá hliðarspor, það er svolítið dýrt að kaupa sér ísskáp bara í þetta hlutverk. Þannig ég gerði eins og margir gera, ég fór á Bland og fann mér ísskáp. Svona stóran amerískan, eini gallinn hann var á Skaganum. Er einhverjum frá Skaganum? Já, ok, þannig að ég held að þetta verið heima þér. Þetta var, ég sótti kerru, fór upp á Skagan og kom inn á mjög sjúskað heimili. Og þegar ég kem á ísskápinn þá var hann ekki í sambandi og ég opnaði hann og hann var með gömlum matarleifum í og allir fann að mygla og ógeðslegur. En það sem ég var komin alla þessa leið á Skagan til að fá frían ísskáp, þá var ég of kurteislega afþakkan. Þannig ég tók hann og bruna með hann beint á Sorpu. En seinni tilraun, hún gekk töluvert betur og það er ísskápinn sem ég er með í dag. Og auðvitað er hann tengd upp á Home Assistant en ég náði að stýra hitunum. Þetta er ekki raskat. Bara að ég veiti það. En að gerjunum lokni kom tími til að koma bjórnum í geymslílát. En bjórn á sem marga óvini, meðal annars súrefni og sólarljós. Og það er að sýna mikla aðgátt ef að færa vökvann á milli, til að passa að súrefni komist ekki að. Og margir bjórar á borði IPA sem hafa mikla humla eru sérstaklega viðkvæmir. Og til að fyrirbyggja það áhættu, þá er þetta að fylla kútana með kolsýru til að hreinsa súrefnið úr. Og þetta náttúrulega varðveiti ferskleika og gæði í mun lengri tíma. Og þegar bjór er komin á kút, þá þarf að kolsýra hann. Og það er bara gert með því að tengja kolsýrukút við bjórkútin og velja viðeigandi þrýsting. En með flöskurnar, það er hægt að gera mistök. Það er hægt að bæta sykurlögnin við og það er veku gerun aftur í framleiða áfengi og við áfengi það myndast kolsýra en ef þú setur of mikið sykur, þá gerist þetta. En hvað svo þegar bjórinn er tilbúinn? Er þetta bara búið? Mér finnst það skemmtilegasti hlutin eftir, það er að drekka vökvann. En er eitthvað í því ferli sem er þetta IoT-væða? Allavega heima með mér, þá er ég með 3 ísskápa. Ég er með 1 fyrir mat, ég er 1 fyrir gerjun og svo er ég með 1 fyrir drykkju. Sá skápur er með 2 krana, þannig ég get búið upp á 2 kalda bjóra hverju sinni. Og undir bjórnum er vikt sem mælir þyngdina og reiknar út hversu mikill bjór er eftir í kútnum. Og þetta er raunum bara eins og baðvikt, nema búið að bæta örlitlum gáfum við. En hún er ekki bara vikt, heldur hún er með hitaskinn innbyggðan. Þannig að hún mælir hitan, hversu mikill bjór er í og gefur með gröf yfir hitastig, bjórmagn og hversu mikið og oft er drukkið. Og þannig að einnig gefur með viðvart þegar það er lítið eftir í kútnum. Og hérna eru fullt af möguleikum. Hérna er þetta að tengja þetta við Home Assistant. Þannig að maður auðkennir sig á móti hvert skipt sem maður fær sér bjór og þannig að þetta reikna út hver er drykkfeldastur í fjölskyldunni. En ég held það sé nú þegar ég veit það. En hvað er svo framundan í mér? Ég vil alltaf fá betri yfirsýn. Ég vil nota tólaborðið Grafana til að fá tölulegar upplýsingar á betri máta fram. Ég vil koma upp betri vöktunarkerfi og því ég á 2 stráka sem munu líklega fara fyrst í græjunum mínum. Þannig að ég vil fá viðvarinn þegar það gerist. Svo vil ég koma inn predikti mælingum sem grónlega giska á hvenær þeirra brugga næst með við neyslu og hegðun í gegnum árin. En svo er þetta ennþá eftir að klára það að leggja bjórleysluna frá þvottahúsinu inn í eldhús. En hvað var það sem ég klikkaði á þegar ég bjóti minn fyrsta bjór fyrir 10 árum? Það niðurstaða mín svo, það var margt sem ég klikkaði á. Ég valdi bjórstíl sem ég fannst ekki góður.
Ég nota ekki bestu hráefnin, ég gætti ekki hreinlætis, passaði ekki upp á gerjunarferlið og svo var bjórinn ekki kolsýrður. Þannig ég lít tilbaka, þá klúðraði ég eiginlega öllu ferlinu. Þannig að sem betur var þetta ekki seinasti bjórinn sem ég bjó til. En ég vona eiginlega með þessari vitneskju að þið getið lært af mínum mistökum og sjá þá möguleika sem er í boði. Og ég hef byggt upp mína þekkingu á vinnu og reynslu annarra og er engin sérfræðingur, heldur bara neytandi. Og ég vil meina að það er tólin og tækin sem gera bjórinn minn góðan en ekki einhver bjórglaður neytandi. Þannig takk kærlega fyrir mig, hlusta á fyrirlesturinn og ég vona innlegið ná til ykkar og þeir eru vonandi komið með nýtt áhugamál, annarkvort við að brugga bjór eða gera heimstæki gáðari. Þannig að endilega komið í básnum með opnum kerfum þar sem þið getið séð bjór á krana með smá gáfum og getið spurt spurningar. Takk fyrir!